Ipandra bahita sanoboa. Esei mahanda barike enas. Yato umala vahatna eka. Salondre hebanas. Eka amalarana ati. Secondre hepara. Sevalo. Sevalo. Ég heyri andan á þér að segja, ég elska þetta hús. Ég elska þetta hús, börnin mín. Ég elska ykkar hjarta, slær með mínu hjarta. Ykkar hjarta fyrir næstu kynslóð. Og ekki undrast að það koma aðrir, jafnvel erlendis frá, og sitja við ykkar fætur. Því ég hef sett ákveðna hluti sem þið gangið út í visku minni með. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Stundum finnst maður eins og maður þurfi ekki að tala. Það er bara svona. Það er akkurat þetta sem maður langar svo að upplifa og að finna þegar maður er búinn að tala, sko. En það er bara hérna núna. Og þá bara njótum við þess. En góða kvöldið. Ég heiti Hilmar Kristinsson. Ég er KFM-strákur úr Keflavík. Ganga mín hefur ekkert alltaf verið falleg. En ég elska Jesú. Og ég er svo sannarlega, ég er svo þakklátur fyrir að eiga lífið í honum. Ég er algjörlega svona ADHD, sko. Það þýðir sko algjörlega drottni háður daglega. Og fyrir utan hitt líka, sko, það er svona slær inn út og svona. En ég er bara þakklátur og bara takk fyrir að leyfa mér að koma og tala til ykkar. Hjarta mitt, það brennur af þrá eftir að sjá landið okkar fyrir Krist. Og ég er með 5 predikanir, sko. Ég sagði ykkur, ég er svona ADHD-gaur, sko. En ég ætla bara að byrja á þessu. Það sem ég ætla að segja ykkur, alveg sem ég sagði, sko, ganga mín hefur ekki alltaf verið falleg. Og það voru ákveðnir hluti sem ég þurfti að aflæra og læra upp á nýtt. Og ég ætla aðeins að skauta svona yfir svona hvað það er sem ég þurfti að læra upp á nýtt. Ég, svona, eins og ég segi, ég er KFM-strákur í Keflavík. Ég elskaði að vera í KFM þegar ég var yngri. Síðan eru unglingsárin þar sem maður fór að fikta við hitt og þetta og það tók yfir. Ég ætla aldrei að vera eins og pabbi minn til dæmis, sko, að verða fyllibitta eða háður áfengi. En áður ég vissi af að þá var ég stóð í mitt í þeim pitti. Nú, ég fer til Spánar, ég átti að vera einhver 10 daga ferð, sko. Ég er rúmlega 20 og löngu hættur að hugsa eitthvað Guð og svona. Það var ekki cool að vera KFM-ari, sko, út orðin yfir 20, sko. Það fitta ekki inn í vinnufélagann og allt þetta, sko. Nema síðan fer ég fer í þessa utanlandsferð, rúmlega 20 til Spánar, átti að vera 10 daga ferð sem endaði bara óvart í 5 vikum. Og ég kem heim, sko, alveg illa útleikinn, sko, lenti á gjörgæslu þarna og alveg í stöppu, sko. Ég man eftir ég er á gjörgæslu ykkur spönsku sjúkrahúsi, reyna að fara með faðirvorið, man ekki nema helminginn, fannst við alveg ömurlegur, gat ekki svona muna faðirvorið, sko. En Guð, hann er bara einni bæn í burtu, eða kannski bara hálfri, því að í fluginu á leiðinu heim, þá situr hann á kristnu fólki, og hann er eitthvað svona að tala við mig og segja mér eitthvað svona, og ég segi, já, ég er skýrður og fermdur og allt í gúti hérna með, sko. Og hann segi, ég man eftir að hann segir svona, þú veist þá allt Jesú. Já, svo byrjar hann að segja mig frá Jesús á krossinum og Jesús upprisinn. Og ég man ég sit hann í flugvélni 30.000 fetum
Og ég hugsaði þessa hugsun, kannski ætti ég að pröfa að biðja núna, ég kannski nær Guði. Svona, þetta var bara mín hugsun. Og ég lít svona, og hann spurði hvort hann ætti biðja fyrir mig eitthvað svona, og ég sagði, nei, þetta er bara gott, skilur. Og hann, nema ég man svo eftir, ég sit og horfi út, þetta var nætuflug, ég horfi bara svona í stjörnurnar og ég segi svona í þunnu hljóði, Jesús, ef þú ert raunverulegur, þá bara gefið þig hjarta mitt. Og það var á þessu augnabliki, það bara, ég bara sat bara, hvað er þetta? Hvað er þetta? Þessi friður, bara, búm, sæll. Og ég man svo eftir í sérstaklega þess að daginn eftir, að þá þú veist, ég fór beint í bókabúðuna daginn eftir og svo eigið Biblíu. Þú veist, nú vantaði mig bara að vita þetta, sko. Og ég man eftir því, sko, einhvern dögum setna, ég í vinnunni og svona, og það gerðist eitthvað sem að undir eðlilegum kringumstæðum, hvort ég rak tánna í eða eitthvað svoleiðis, að maður hefði tekið svona eina góða rispu, svona, flott blótsýðri, svona, nokkrar setningar, en það einhvern veginn bara kom ekki. Það bara, og ég man ekki, ég stóð, ég bara alveg, veistu, hvað er þetta? Það var eitthvað inni í hennu sem var bara breytt. Bara Hilmar sem gat nú tekið rullurnar hérna, það bara kom ekki. Þetta eru mín fyrstu, svona, þarna fór ég að upplifa þetta. Veist, Páll postulur lýsir þessu, sko, hann segir í Galatíabréfinu, hvernig eignuðustu andan? Þið heyrðuð og þið trúðuð. Og það var einhvers staðar á þessu, þarna heyrði ég Jesú, þessa krossfestingu og upprisu Jesú, það gerðist eitthvað stórkostlegt inn í lífi mínu. Og ég veit ekkert hvernig ég útskýrði allt eða hvernig þetta gerist allt saman. Ég hef ekki hugmynd það er bara, ég veit að ég var öðruvísi. Og þegar ég fer að ganga þessa göngu, þá fer ég að upplifa þetta, það bara, þetta flotta við fagnaðar erindið. Og það sem mér finnst svo mikilvægt að ég endurtaki fyrir sjálfa mig, og þegar ég horfi tilbaka, þetta gerði sko 1985, og rúm 30 ár síðan. Og þetta það sem að orðið alltaf að kenna mér. Við erum með alls konar prógram og alls konar hlutir, gott og vel. Við erum að tala eins og GLS-ráðstefnu, flott, við þurfum að þjálfa upp leiðtoga. Við erum, núna gengur á lindinni voða mikið vera að lesa upp úr Guð er ekki dauður, trúvörd, svona apologia, svona apologetics, mjög flott. En áttum okkur á því, sko, apologetics til þess að trúvördin til þess að afvopna, svo að fagnaðarerindi komist af. Trúvörn bara trúvörn ekki fagnaðar erindið. Og það, Markús og Guðs, það byrjar bara þessu, upphaf fagnaðarindisins Jesú Krist, Guðs son. Upphafið. Svo heldur hann í Mattheus að hann segir, sko, þegar lærisveina Jóhannes að koma til og segja, ert þú hann? Segðu honum, blindir sjá, lamaðir ganga, þetta að gerast. Þetta fagnaðar erindið. Og hann kallar á til sín í Lúkas 9. kafla, þá kallar hann á til sín, og hann segir, hann kallaði saman þá 12, gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka. Fagnaðar erindið. Þetta fagnaðar erindið. Og þetta það sem að gleymist oft. Varstu með versið í 1. Pétursbréfinu? Og þetta eitt af það sem ég hef verið að lesa svolítið aftur og aftur, og mér fannst ég þetta að deila þessu svona, fara að sé við þennan texta. Þetta búið að sitja í mér og ég svona, ég finn svo þetta, sko, Guð að gera svo magnaðar hluti. Við vorum síðustu helgi, þá vorum við í Stokkólmi og á Awakening Scandinavia heitir það. Þeir eru búin að vera með Awakening Europe og Awakening Scandinavia og við erum að tala ég veit ekki, 20.000 manns þarna. Og ég vistu að ég man ekki eftir ég man eftir að síða þetta á svona gömlum Billy Graham vídeóspólum. Þeir predikuðu fagnaðarerindið. Við erum að tala allavega 20.000 manns í Friends Arena í Stokkólmi. Fólk kom hlaupandi. Það kom ekki labbandi, það kom hlaupandi. Við erum að tala yfir 500 manns fyrsta kvöldi, 500-1000 manns, og eitthvað aðeins minna seinna kvöldi. Og ég hugsa, þetta eru skandinavar eins og við.
Við erum ekki vön þessu. Að hlaupa þegar ykkur segir, Jesús Kristur er drottinn, hann dó fyrir þig og hann reis upp og þú dóst með honum og þú reist upp með honum. Hann getur endurfætt þig. Þetta voru Skandinavar, við erum að tala Svíar, sko. Það er ekki til meiri bjúrókratar heldur en Svíar og þeir komu hlaupandi Svíar að fagnaðarerindinu. Ég segi bara, vá Guð, þetta viljum við á Íslandi líka. Og við neitum því að vera alltaf í bakkýrnum, við neitum því að vera alltaf tilbaka. Það er verið að bjóða upp á heim sem á bara að vera lokaður, sem er enga andlega hjálp er hægt að fá. Upphaf og endir alls í þínum eigin huga. Þetta er það sem er verið að bjóða okkur upp á. Og svo segir bara, fyrir ekki, mér langar að lifa í þessum heimi sem er opinn, það sem er möguleiki á andlegri hjálp. Að það er til eitthvað sem heitir von. Og von sem sést er ekki von. Vonin er alltaf ósýnileg. Og þetta er það sem akademían berst og hamrast með, að það er að halda því fram að það er ekki til neitt ósýnilegt. Það vill þannig til að ég er að klára núna embættispróf í guðfræði Háskóla Íslands og í lýðheilsufræði líka, þannig ég er búin að sita í akademíun og ég bara stundum, en það er eitt af mikilvægasta sem ég þurfti að læra upp af því. Ég blanda ekki saman einfaldleika fagnaðarerindisins og akademíunni. Fagnaðarerindið er einfalt. Páll sagði þetta sama í 1. Korinthubréfi 15. Hann sagði, ég minni ykkur á bræður. Ég bara minni ykkur á. Fagnaðarerindið. Þetta er það sem skiptir máli. Þetta er það sem við eigum að tala um. Fagnaðarerindið. Og svo byrjar hann að telja þetta upp. Hann dó vegna vorra synda. Hann fór í gröfina. Hann var reistur upp frá dauðum. Og Páll er allan tíman, allt Rómverjabréfið í bréfunum, hann segir, vitið þið ekki? Rómverjabréfið 7. kafli, vitið þið ekki? Þegar Jesús dó, þá dóst þú í honum. Og þegar hann reis upp, þá reist þú upp í honum. Og þetta er eitt af mikilvægasta sem ég þurfti að læra upp á nýtt, að ég á nýja fortíð. Ég á ekki bara bjarta framtíð, ég á nýja fortíð. Ég er dáinn í Kristi. Ég er dáinn í Kristi. Framar lifi ég ekki sjálfur, heldur lifi ég í trú á Guðs son. Ég á nýja fortíð. Og þetta er svo mikilvægt að upplifa þetta. Og við erum alltaf, okkur er gefið þetta, það er alltaf verið að minna okkur á. Gerið þetta í mína minningu. Hvað erum við að gera í hans minningu? Við brjótum brauðið. Að við erum í honum og við tökum bikarinn, táknum upp á hana nýja sáttmála. Hvað er þessi nýja sáttmáli? Hebreabréfið 8. kafli lýsir þessu ágætlega. Það segir, þá er hann að segja okkur, þetta er nýja sáttmálin. Ég ætla að gefa ykkur nýtt hjarta, nýjan anda. Og ég mun setja lögmál mín í hjörtu ykkar. Og hann er búinn að útskýra það á undan, þá er að segja, þeir hlýta ekki mínum sáttmála, þess vegna ætla ég að gera nýjan. Og síðan kemur hann í lokin og segir, þessi gamli er úreltur og þess vegna er þessi hérna. Og Jesús sem er æðsti presturinn okkar, hann er fæddur á Júdaætt. Hvað þýðir það? Nú, þá er hann búinn að brjóta lögmáli því að það voru bara þeir af ætt Arons sem að mega vera æðstu prestar. Þannig þetta er alveg gjörsamlega út úr kortinu með allt það sem við höfum fengið að, við erum að lesa og svo bara, hann er af ætt Júda. Má hann vera æðstuprestur? Ég samkvæmt lögmálunum má hann ekki. En hann er okkar æðstuprestur. Af því við hefum nýjan sáttmála. Og þetta nýja hjarta, þá sjáum við hérna í þessum dag. Það segir, Pétur postuli Jesú Krist, heilsarinnum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir með þjóðana í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithíníu. En útvaldir, samkvæmt fyrirvitund Guðs föðurs og helgaður anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans, náð og friður margfaldist yður. Hugsið ykkur, við erum helgaður anda hans til að hlýða. Rómarbréfið 6:17 segir, hjarta okkar, þetta er nýja hjarta, það er hlýðið hjarta. Þetta er eitt af byltingarskendasta sem ég þurfti að læra upp á nýtt. Hjarta mitt er hlýðið. Já, en er það ekki bara skítut og það vill alltaf synga og nei, það er nefnilega hlýðið.
Þess vegna segir hann í Galatabréfinu að andinn stríðir gegn holdinu og holdi gegn andanum. Til þess hvað? Að þið geri ekki það sem þið vilji. Hvað viltu gera? Hlýða. Það eru togin, að því að ég vill hlýða. Og þegar ég upplifi að andi Guðs er í mér og ég verð fyrir freistingu og síðan allt í einu stenst ég freistingun og ég upplifi, vá, andi Guðs er í mér, hann er með mér. Ég er musteri heilags anda og hann er að hjálpa mér. Takk, heilagur andi, fyrir að hjálpa mér að standast þetta. Ég er bara greinilega ný sköpun því að andi Guðs er í mér. Og ef ég fell fyrir freistingu, hvað er ég að gera þá? Ég er að sanna sama hlutin, af því að mér líður ömurlega. Mér líður svo ömurlega, ég bara allt í einu upplifði það, bara synd og ég pössum ekki saman. En þetta var ekkert mál áður ég endurfæddist. Þá fann ég aldrei fyrir þessu. Bara meira tjám, meira af hinu, meira af þessu. Það var engin mælikvarði hvort þetta var eitthvað, hvort ég var að brjóta af mér eða ekki. Ég hélt bara áfram. Ég leyfði mig bara að halda áfram, því að ég var ekki með neina mótstöðu í mér, en allt í einu komin andi Guðs. Og þegar ég fell fyrir freistingu, þá er ég að sanna það sama. En synd er alltaf slæm, hún fer mig alltaf miklu lengra og kostaði mig meira og hún er aldrei góð. En ég er að sanna það, af því að mér líður ömurlega, þá er ég að sanna það sama, ég er ný sköpun. Og þannig heldur hann áfram, hann segir, lofaðu sé Guð og Faðir drottins oss Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Ég er endurfættur fyrir upprisu Jesú. Býtu, var það ekki bara blóð Jesú á krossinum? Það er einn þátturinn. Hinn þátturinn er að vera reistur upp með honum. Og þetta er það sem ég er að læra að spyrja mig á hverjum degi. Hvað er upprisu kraftur Jesú að gera í mínu lífi í dag? Hvað er hann að gera í mínu lífi í dag? Þessi kraftur. Rómverjabréfið 8:11 segir, sami andi og reisti Jesú upp frá dauðum býr í yður. Býtu, er þetta ekki aðeins too much, sko? Er þetta ekki of mikið? Býtu, sami andi og reisti Jesú upp frá dauðum býr í yður. Hugsið ykkur. Og þetta er það sem er alltaf verið að kenna. Biblían er alltaf að segja við okkur, þið eru einn andi, í Rómarbréfinu 15 segir, þið eru einn andi með mér. Hversu nálægt er það? Einn andi með Kristi. Þið eru í Kristi, verið með sama höfur, verið ein. Og þetta erum við að læra líka. Leiðtogafundur eru að kenna það. Verið í hópinu, verið í eitt, verið í saman. Svo erum við með óvin sem heitir djöfull, diablo, alltaf því tveir. Það er alltaf að reyna að splitta þessu eina. Og þetta gerir hann líka inn í innjunu mínu. Hann reyndir að splitta því upp, hann reyndir að ræna með auðkenni mínu, hver ég er í Kristi. Auðkennisjófnaður eru þekktur í tölvuheiminum í dag, hann er líka þekktur í kristindóminum. Það sem óvinurinn vill ræna þig einkenniðinu, fá þig á nagrasahjólið aftur, að þetta fara að fjalla allt þína frammistöðu, og svo lestu versin segir, kærleikurinn er langlyndur. Ég bara það svo mikið að gera í Guðsríkinu, ég má ekki vera að þessu. Kærleikurinn er langlyndur. Ok, ég er bara svo busy maður. Það er svo mikið að gera í Guðsríkinu, sko. Nei, kærleikurinn er langlyndur. Og það er þetta sem að byrja að vinna í okkur, að það er ávöxtur heilags anda. Það er eins og við séum tilbúin, ég segi fyrir mig, það er eins og ég verið tilbúin að skipta á öllu svona sjálfshjálpar systemi, einhverjum kerfum, í staðin fyrir að upplifa bara ávöxtur heilags anda. Gleði, góðvild, kærleikur, ávöxtur heilags anda. Og hann segir með þess að í öðrum kaflanum, það er ekki að fara á hanga, í öðrum kaflanum, í öðru Pétursbréfi, þá tekur hann þetta, ef þið skortir þetta, góðvild, gleði og langlynd og allt þetta, að þá er fyrsta ástæðan þess að þú er búin að gleyma hreinsun fyrri synda. Ég var svo upptekinn af því að ég væri ekki nógu góður. Ég var svo upptekinn af því að ég væri búin að klúðra svo miklu að það væri ekki eiginlega hægt að fyrirgefa mér. Og ég var svo upptekinn af þessu
ég var alltaf að fara á þetta nagrisahjól, alltaf, ég er svo ömurlegur, samt er ég búin að heyra og einhvern veginn, þá bara lokaðist þetta fyrir mér og óvinurinn hann náði einhvern veginn að ræna með þessu auðkenni mínu. Og ef auðkenni mitt er farið, hvað er farið þá? Friðurinn. Það er engin friður, ég verð flöktandi, ég er aldrei fullviss ég var ekki fullviss hvort ég væri örugglega elskaður. Og það var mér til bjargs að ég les bók eftir pastor í Bandaríkjunum sem var sálfræðingur líka og hann skrifaði þessa bók af því að hann horfði á marga vini sína fara út af brautinni og þeir koma aldrei tilbaka. Og hann setti þessa 4 punkta niður, hann sagði, og ég skrifaði þetta á blað og ég þuldi þetta upp og ég þurfti að endurlæra þetta. Hann sagði, ef þú trúir ekki þessum 4 þáttum, þá ert þú að segja að Jesús Kristur, það sem hann gerði á krossinum, er ekki nóg fyrir þig. Og þessi 4 punktar voru, þú ert fullkomlega elskaður, þér er fullkomlega fyrirgefið, þú ert fullkomlega meðtekinn og þú ert fullkomlega þóknarlegu Guði. Og síðan upplifði bara heilagan anda að koma og sagði, var þetta ekki nóg sem Jesús gerði fyrir þig? Jú. Ef Guð tók þig í sátt, taktu sjálfa þig í sátt. Hættu þessu, hættu að berja á sjálfum þér. Hættu að gera eitthvað það sem er búið að gera. Og þetta í raun og veru, þegar við lesum bara í upphafi, að þá sjáum við að Adam og Eva, þau voru sköpuð í Guðs mynd, og síðan allt í einu kemur óvinur og segir, ef þið takið að þessu, þá verðið eins og Guð, sem þýðir hvað? Það þýðir það að hann fekk þess að elta það sem þau þegar voru. Þetta er elsta triksi í bókinni og þetta er það sem að trúa brögð er alltaf að bjóða upp á. Af hverju þurfum við að beita trúna brögðum? Það eru trúar brögð. Af hverju þarf að beita trú brögðum? Af hverju má trúin ekki bara vera trú? Trú á Jesú Krist og það sem hann gerði. Hann sagði á krossinu, það er fullkomnað. Það er fullgert. Þegar hann var á krossinum og sagði, Faðir, því hefur þú yfirgefið mig. Hann upplifði þennan aðskilnað, þannig að ég og þú þyrftum aldrei að upplifa aðskilnað frá föðurnum okkar á himnum. Þetta er drottinn okkar og Jesús. Við erum einn andi með honum. Við erum í honum. Og þetta er það sem er boðskapurinn sem við höfum. Fagnaður erindið. Upphafið, fagnaður erindið. Og eins og Páll sagði, ég minni ykkur á. Fagnaður erindið. Fagnaður erindið. Þetta er það sem skiptir máli. Blóðið, það er fyrirgefningin. Upprissan, endurfæðingin. Og þú verður að endurfæðast. Jesús byrjaði að tala þetta og þegar hann byrjaði að segja þetta og fólk bara, halló. Nikodímus bara, hvað meinar? Ég fara aftur inn í móðurlífið eitthvað. Og ef þú segir þetta í dag, þá bara, fólk bara, En þess vegna tölum við með djörfung og segjum, þetta gerði drottinn Jesús. Hann gerði þetta fyrir þig. Og ef þú spyrð fólk, ég hef oft talað við AA-félaga og eitt orð fyrir að lýsa alkohólisma, besta orðið, ef við getum valið eitt orð fyrir alkohólisma, munaðarlaus. Menn upplifa sig, menn og konur sem að lendi í þessum pytti, þeir finnst það aldrei passa inn í neitt, finnst það aldrei vera meðtekinn einn staðar, það er enginn sem skilur mig, ég er eins og munaðarlaus. Þá hefum við drottinn Jesús sem sagði, ég skil ykkur aldrei eftir munaðarlaus. Komið til mín sem erfið og þungur og hlaðin og ég mun veit ykkur hvíld. Hann mun veit okkur hvíld. Ég ætla að klára hans niður þennan texta, svo förum við að lenda þessu. Hann segir hérna, hann hefur fyrir upprisu Jesú frá dauðum, hann hefur endurfætt okkur út af því að Jesús reis upp, þá höfum við möguleika á endurfæðingu. Síðan segir hérna, og veitt oss óforgengilega, flekklausa, óföljandi arfleið sem yður er geymt á himnum. Við höfum arfleið, og við fáum arf þegar ykkur hvað? Deyr. Og þessi arfleið, hún er alveg öll þessi orð þarna, óforgengileg, flekklaus, óföljandi, hún er geymt á himnum, þannig að ég get ekkert ruglað í henni hérna á jörðinni. Þetta er pottþétt mál.
Þetta þarna. Í Kristi, þá þetta allt pottþétt. Þetta gjörsamlega, greitt að fullu, algjörlega mitt, ég á allan aðgang að þessu, ég á þetta. Í endurfæðingunum þá á ég allt þetta. Og hann heldur áfram að segir, kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræði sem albúði býðu þess að opinberast á efsta degi. Kraftur Guðs varveitir yður. Já, þetta með þess að arlega, ég alveg vissum að ég get nú örugglega þú veist ekki hvernig ég getur nú alveg farið. Kraftur Guðs varveitir yður. Kraftur Guðs varveitir yður. Mín saga hún þannig að kraftur Guðs varveitir mig þannig að árið 2007, ég var búin að fara í gegnum hræðilega tíma, var búin að vera í kristilegu starfi, var í veginum og svo spyrjum við annað starf sem heit Frelsið, vorum að starfa á sókegn sjálfsögum, sjálfsvígsforvarnir og allt í gangi og voða mikið að gera og ég var svolítið þessi gaur sem var mikið að gera, ég mátti ekki að vera í þolgæðinu, ég get sagt þetta eigin reynslu og síðan fæ ég allt í einu fréttir það að það bara framhjálp, bara kona mín búin að halda framhjá mér og ég bara ég var einhvern veginn svona, ég var bara dofin, ég var bara og ég ekki að segja, ég bara reyna að segja frá þessu til þess að, ég varð ekkit betri sjálfur, skilur, ég bara reyna að segja frá þessu bara til þess að, við erum manneskjur og þetta gerist á meðal okkur og hvernig höndlum við svona hluti. Ég höndlaði þetta þannig að ég ætlaði að vera svo opbóðslega góður, ég segi ég bara fyrirgef og ég leyfði engu að prósessera inn í mér að vera reiður eða svektur eða eitthvað, ég ætlaði bara, ég er kristinn, ég fyrirgef. Skilur við, Óli, við bara fyrirgef. Svo bara leið tíminn og áður ég vissi að þá bara kom og ég get sagt ykkur það þá var ég fluttur til Ameríku af því að ég hélt að ég var alltaf að reyna að fixa þetta laga þetta, við kallarnir erum svolítið í því að fixa þetta, laga þetta og það er náttúrulega brilljant að fara með fjölskylduna til Ameríku og fixa þetta þar hörmulegasta hugmynd sem ég fengi á ævinni nema, ég var alveg öllu þessu það fer allt í vaskin allt, ég er strákurinn sem ætlaði bara að vinna með Jesú og gera bara fyrir Jesú og þarna stóð ég gjörsamlega bara meðbúin að drulla allt upp á bak og allt handónýtt og bara svo voru kirkjupólitík og allt bara ofan í allt það var svona ekki skemmtilegt meira sem þegar ég tók hennan bjórkassa og bara hellti mig fullan, ég var að sturlast bara hausinn á mig var að sturlast daginn eftir þá er ég að dúgleggja í elliheimili í Bandaríkjunum þá mætir meistarinn ég er ekki að tala dúgameistarinn, ég er að tala meistarinn Jesús, ég er á hnjánum og er að dúgleggja þetta er daginn eftir að ég datt í það það segir svolítið mikið náð Guðs, hvernig hann er ég hefði haldið að ég ætti ekkert þetta skilið að sjálfur Jesús hann mætti á staðinn þar sem ég var að vinna ég gat ekki staðið upp ég gat ekki talað í 2 klukkutíma eftir hann bara látið mig vita hann elskaði mig en það stoppaði ekki alveg þarna ég hélt áfram og rugla og vitleysast og alls konar og til þess að gera langa sögu stutta 2007 þá kem ég heim alveg í niðurbroti það endaði þetta ferli hjá mér það endaði þannig að ég var alltaf að reyna að grípa í kirkjuna og grípa og vera ok og svo kom, ég var svo sakbitinn og ég var svo fyrirdæmingin var að drepa mig bara fyrirdæmingu ég var ekki nógu góður þetta var ömurlegt og þetta var ógeðslegt og svo náði ég svona að rísa þess upp og Jesús og ég gat ekki fyrirgefið sjálfum mér og bara meðtekið náð Guðs án skilir það endaði þetta hjá mér ég var orðið maður götunar ég faldi mín í svertingjagettói 4 mánuði ég var orðinn eftirlýstur bara missing person meira segja það gerðist ég var alltaf að tala Jesú samt
Og eitt skiptið þá var ég í einhverju dópgreini þarna og ég að tala Jesú. Ég undir áhrifum og ég að tala Jesú. Og gaurinn sem satt á móti mér, hann tók dóppoka sinn, henti honum á borðið og sagði, I'm going back to church, man. Þetta Jesús var hann, bara halló. Við í svona helgi ramman og sko, á þetta ekki að vera svona, en náð Guðs, hún svona. Hann gengur inn í myrkrið. Fyrir honum myrkur og ljósið sama, segir í Sálmi 139. Hann fer á eftir þér. Hann sleppir ekki að þið takinu. Og þetta ferðalag, þetta endaði hjá mér. Ég eitt sunnudagsmorgun, ég sef í einhverju vörubíladruslu sem var yfirgefin þarna og vakna og ætlaði bara að fá mig dópið mitt og ég reyndi að kála mér þarna, ætlaði bara að taka dauðaskammtinn og svona og alltaf var Guð, hann var alltaf hérna og ég bara flassaði fyrir mig bara dætur mínar og eitthvað og ég bara nei en sko, svo þessi óverðuleiki hann var að gera út af mig og einn morgun þá vaknaði ég og ég tek dópið mitt og tek það og það gerist ekki neitt bara dópið virkaði ekki og ég alveg, nei er ég komin að fennast að bara dópið hætti að virka. Þetta bara eitt ömurlegasta fyrir sko, þegar stöffið hætt að virka. Svo kom næsta hugsun, eða hvað, þetta þú Guð? Og ég man því þetta var sunnudagsmorgun og ég fer í labbitúr og ég labbaði fram með á lítilli Svertingakirkju. Ég hafði séð hann áður nema allt í einu tók ég eftir skiltinu og það stóð Perfect Church for Imperfect People. Og ég tengdi svo við þetta Imperfect People. Ég fór þarna inn, ég settist predikarinn, hann var bara að predika fyrir mig sko. Þú ert ekki hannaður til þess að lifa í höfnun. Ég man þessa setning, hún alveg ómaði inn í mér. Að henda við því, ég hringi í dóttur mína sem var eina símanum sem ég mundi og hún segi, pappa og amma og afi eru að leita að þér og þau eru komin að leita að þér og ég fekk númerið og ég hringi í pappa minn og hann segi, má ég koma að ná í þig? Ég segi, já, þú mátt koma að ná í mig. Og ég var búin að strekkja sko, foreldra ástina, ég hef aldrei strekkt hana svona langt. Þið skiljið hvað það krakkar, að strekkja foreldra ástina, skiljið. Þegar maður fer alveg, ég hef aldrei farið svona langt og strekkt á þessari foreldra umhyggju ást. Þegar hann kemur að ná í mig, ég sest upp í bíl og og ég ætla að fara að útskýra eitthvað, ætla að fara að segja eitthvað og hann horfir bara á mig og tekur svona, leggur hendina og læri á mig og segir, gott að sjá þig, þú þarft ekki að útskýra neitt. Gott að sjá þig, þú þarft ekki að útskýra neitt. Og þetta hefur setið svona í mér finnst pabbi mér á himnum vera svona líka. Bara gott að sjá þig, þú þarft ekki að útskýra neitt. En þetta er svona, það út frá þessari stöðu sem að ég þurfti að fara að endurlæra náð Guðs, miskun hans og fyrirgefningu og þegar blasti við mér þetta, bara þegar Páll segir, vitið ekki, þið dóið í honum og þið risuð upp í honum og þetta var svo ljóslefandi, ég á nýja fortíð. Og ef við sjáum ykkur hann alveg gang-hó fyrir Guð og alveg bara þá það bara í takt við helvítið sem hann bjargaði mér út úr, skilju. Stundum missi ég mig alveg, Ef ég veit það bara, Guð, hann setti nýtt DNA inn í hjarta mitt og hann gerir það við þig ef þú ert ný sköpun. Og þið veit hvað DNA stendur fyrir. Drottinn neldi andskotann. Það bara þetta nýja DNA. Hann bara neldi þetta á krossinn. Við skulum enda á þessu, kæru vinir. Sjáðu hérna, það kraftur Guðs hann varveitur sem trúi til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúðið að opinberast. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margs konar raunum. Það til þess að trúfesti ykkar langt dýrmættir forgengilegt gull sem þó reynt í eldi geti orðið ykkur til lofs og, svo förum við að þessu upp, lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Ég sá hann ekki en ég upplifði hann.
Og vitið það, Jóhannes skírari, sá sem að hallaði sér upp á brjósti Jesú, hann nefndi sjálfa sig elskaður af Jesú. Og hann skrifa 1. Jóhannesarbréf, 2. Jóhannesarbréf, 3. Jóhannesarbréf, opinberunarbókin. Og ég er búin að elska það, að horfa á þetta samfélag milli þeirra. Þetta er svo magnað. Og hann er alltaf að segja, þegar hann segir, það er þessi opinberun, dýrðar og heiður sem við opinberum Jesú Krist. Og ég var vanur að hugsa alltaf, já, þegar hann kemur aftur. Málfræðin í þessum texta er bara alls ekki þannig. Það er bara þegar hann opinberast. Og hvað gerði það? Þarna erum við Jóhannes, hann láfi hjarta hans, hann heyrði hann segja þetta. En hann vissi ekkert hvað Jesús var að meina þegar hann segir í Jóhannes Guðspjalli 17. kafla, Faðir, að ég fái þá dýrð sem ég hafði fyrir grundvöllum jarðar. Og hann er eiginlega að segja að þú sýnir þeim dýrðina sem ég hafði fyrir grundvöllum jarðar. Svo sáum við Jóhannes hann að skrifa þetta. Svo förum við í opinberunarbókinu sem byrjar, þessu ógeðslega flott vers sem í upphafi opinberunarbókinu. Sæll er sá sem les þessi orð. Ef þú vilt vera blessaður eða blessuð, lestu þetta. Og hefur lest þetta út frá þessu samfélagi við Jesú, í Jóhannes og Jesú. Allt í einu þá setur, hann er hérna á eyju, það er búið að reyna murkur honum lífið, og hann bara vill ekki deyja, og við hefum svona heimildasögu hvernig var farið með kallinn, og allt í einu þá bara stendur hann, þá bara Drottinn, hann er þarna. Og þvílík lýsing, maður, ef þú lest þetta, 4. kaflinn, hann bara stendur þarna. Jóhannes hafði aldrei séð hann svona. Vá, þetta er konungurinn minn. Og svo sér hann inn í 19. kaflanum, þá segir hann bara brúðina, og hún er bara hrein og flekklaus og falleg. Þetta er það sem að Jesús fór á krossin fyrir. Þetta er ástæðan fyrir að Jesús fór á krossin, vegna þess að hann sá þetta, brúði sína, fullbúin. Og Jóhannes bara, vá, hvernig á ég að lýsa þessu? Konungurinn minn, höfundur lífsins. Líf mitt, hann er ekki bara, Jesús er ekki bara eitthvað í fyrsta sæti hjá mér, hann er líf mitt. Kólusarbréfið segir þetta nákvæmlega svona. Þess að Kristur er líf ykkar. Hann er lífið mitt. Já, ég er að setja Jesú í fyrsta sæti. Hann er lífið mitt. Hann er lífið mitt. Þetta er það sem ég vil skilja eftir með ykkur, bara sem lifandi vitnisburður það, að náð Guðs, hún er órannsakanleg, hún er nær svo langt umfrið það sem að ég get hugsað eða skilið, alveg svo við biðjum og hann svara með langt umfram. Ég á þetta svo ekki skilið, af því að þess vegna heitir það náð, af því ég á það ekki skilið. Og hvað gerir náð? Hún gerir mig saklausan upp á nýtt. Þegar einhver er náðað, þá hverfur öll refsing. Það er ekki hægt, það er bara dómurum fer og þá bara, en það þýðir ekki það að ég megi halda áfram að lifa bara eins og ég vil. Það því að náðin, hún agar mig að afneita óguðleik. Og eitthvað hefur gerst í þessari ferðalagi hjá mér, þá er að Guðs ótti. Bara, vá, Guð, ógeðslega góður í að vera Guð. Bara takk fyrir. Og ég er svo þakkláttur fyrir að Guð er að vinna í þjóðin okkar í dag. Ég ætla að enda á þessum versum í Jesaja 66. Það segir, getur þjóð frelsast eða fæðst á einum degi. Ég trúi þetta eigi við Ísland líka. Við sáum í Ísrael, þetta gerðist 1948, Ísrael allt í nú, búm. 330.000 manneskjur. Getur þjóð fæðst eða endurfæðst á einum degi. Við hefum sögu sem segir að fyrir árið 1000 þá bara, við erum kristin. Ég trúi því að við erum ekki bara með túrista hér sem er að koma hérna að skoða landið. Það munum koma túrista til þess að upplifa Guð er á Íslandi. Guð er að verki á Íslandi. Og ég þakkláttur fyrir kirkjun ykkar. Ég elska að sjá það sem þið eru að gera. Vegna þess að þetta fjallar svo mikið næstu kynslóð. Við erum nánast búin að missa heila kynslóð út. Næsta kynslóð, þetta fjallar næstu kynslóð.
Og ef eitthvað sem að knýr hjartað mitt, þá segi ég bara næstu kynslóð. Guð, hann setur ekki barnið í burðarliðin og svo fæðist það ekki. Ef það eitthvað sem að gerast, mér fannst þú vera að lýsa þessu þegar þú varst að tala á það, það var svona, það bara, það eitthvað að gerast, og þetta alveg eins og kona, hún allt í nau. Það ekki komin bumba, en það Og Guð, hann setur ekki barnið í liðin nema að það fæðist. Við skulum rísa hans á fætur og bara þakka ykkur fyrir að fá að tala til ykkar og uppörva ykkur. Elsku Jesús, ég þakka þér fyrir þitt orð sem lifandi og kröftugt, sem beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Ég þakka þér fyrir að það hefur fengið að smjúga milli anda og sálar, liðamót og mergjar. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að hér söfnuðu sem elskar þig. Ég blessa þau í nafni þínu, Jesús. Ég blessa leiðtoga þeirra og öldunga þeirra, Drottinn. Ég þakka þér fyrir áætlanir þína fyrir þennan söfnu, Drottinn. Ég blessa þetta unga fólk sem hérna, Drottinn. Drottinn, ég þakka þér fyrir velvilja ofan á velvilja ofan á velvilja. Velvilja ofan á velvilja ofan á velvilja, Drottinn. Ég blessa þessa kirkju í þínu nafni. Ég þakka þér fyrir hann eiginleika að geta tengst öðrum. Ég þakka þér fyrir hann eiginleika að geta breytt út fagnaðarerindið þig, Jesús. Ég blessa þau í nafni Jesú. Amen.